Nú ætlum við að kíkja aðeins betur á stæður og það sem við ætlum að skoða í þetta skiptið er hvað við gerum þegar við rekumst á sviga. Við ætlum að læra í raun og veru reglu sem að gildir alltaf sviga og því eftir að sjá betur í framhaldinu að þú virkar á í raun flóknari dæmi. En við ætlum að byrja á að skoða tiltölulega einföld dæmi. Reglan í þessu er tiltölulega einföld. Við byrjum alltaf á að skoða formerkið sem er fyrir framan svigan. Hér er engin tala beint fyrir framan svigan. Heldur er bara plús eða mínus. Hér er plús. Það þýðir í raun og veru að svíinn fellur niður án þess að það verði nein breyting. Og nú er ég komin bara með stæðu án sviga sem ég get leyst. Ég athuga hvað er eins. Hér er x og 3x og x. 3x mínus x eru 2x og þá er bara 2 eftir. Og þetta er svarið. Í næsta dæmi er mínus fyrir framan svigan. Það er eins og ef ég margfalda inn í svigan með mínus 1 sem að breytir formerkinu. Við það að fella niður svigan þá kemur mínus hérna. Upsilon mínus 3. Þessi mínus heldur sér. Og svo skrifa ég það sem eftir er. Og aftur er ég komin með einfalda stæðu. 2 upsilon mínus upsilon er bara upsilon. Mínus 3 og ég er komin. Þetta snýst sem sagt að skoða er plús. Þá gerist ekki neitt inn í sviganum. Er mínus. Þá breytist formerkið. Við skoða dæmi þar sem að eru 2 svigar. 2 svoleiðis dæmi. Hér er ekkert merki. Hvað þýðir það? Jú, ekkert merki þýðir í raun plús. Þannig að þessi svíi má falla bara niður. Hér er plús. Það þýðir að næsti svíi má líka falla bara niður án þess að við gerum neitt. Síðan finnum við, hér er x og hér er x. 2x plus 4x eru 6x. Þá er eftir plus 3 og plus 2, það er plus 5 og ég er búinn. Í næsta dæmi er ekki mínus fyrir framan fremri svigan, þannig ég skrifa hann upp eins og hann er. En svo er mínus fyrir framan þennan sviga hér. Það þýðir að þetta formerki breytist. Þá fáum við mínus 3x í öðru plus 5. Og ég er með 6x í öðru mínus 3x í öðru, það gefur mér 3x í öðru. Þegar ég á 6 og dreg 3 frá, þá er ég 3 eftir. Mínus 2 plus 5 eru plus 3. Og ég er búinn. Þið geti verið beðunum í svona dæmum að reikna ef x er jafnt og einhver tala. Skulum gefa okkur hér að við höfum að reikna að x er jafnt og 2. Þá þurfum við að muna að það er sinnum hérna á milli. Og þá verður þetta 2 sinnum 2 plus 2. Af því ég tek í raun þetta x út og af því að x er jafnt og 2 þá má ég skipta þessu út. Ég tek sem þetta x í burt og set 2 í staðinn. 2 og 2 eru 4. Munið að margfalda áður því leggi saman. 2 og 2 eru 4 plus 2. Þetta gefur mér 6. Hérna, 2 mínus 3 gefur mér mínus 1. Ég tek bara þetta á upsilon í burtu, set 2 í staðinn. Hér, 6 sinnum 2 plus 5. 6 sinnum 2 eru 12 plus 5 eru 17. Hér er þetta aðeins flóknara. 3 sinnum 2 í öðru. Því passi það er x-ið sem er í öðru veldi. Og hér er ég svo sem að reikna í þessu dæmi. Hér er þetta upsilon. Við getum sagt að upsilon sé líka jafnt og 2. Breytir ekki öllu. En hér er x-ið í öðru veldi. Og þess vegna set ég bara tvistin í annað veldi. Ekki þessa tölu sem er hérna fyrir framan. Klára að skrifa þetta. Plus 3. 2 í öðru veldi eru 4. Þá er þetta 3 sinnum 4 plus 3. 12 plus 3 eru 15. Og þá er þessu lokið.